Kæru stúdentar og starfsfólk, það er mér mikil ánægja að setja kennslumálaþing Háskóla Íslands sem nú haldið 3. árið í röð. And I'd like to extend a special welcome to Professor Norman Sharp and thank him for being here today. We're delighted. Að þinginu standa stúdentaráð, kennslumálanemnd, gæðanemnd og kennslumiðstöð og ég vil færa einlægar þakkir fyrir þeirra vandaða undirbúning. Fyrsta málþing í þessari röð var haldið árið 2012 og þar var fjallað áherslur í stefnu Háskóla Íslands 2011 til 2016 á sviði náms og kennslu. Þingið í fyrra var helgað fjölbreyttum kennsluháttum og nýrri tækni. Og markmið í dag að ræða hvernig við getum nýtt gæðamat til að efla með skipulegum hætti gæði háskólastarfsins samanber yfirskrift þingsins. Það óhætt að segja að gæðamál náms og kennslu hafi verið í brennidepli á síðustu misserum. Það urðu ákveðin þáttaskil árið 2011 þegar stjórnvöld settu á laggirnar gæðaráð íslenskra háskóla, skipað 6 erlendum sérfræðingum. Og gæðaráðið setti fram svo nefnda rammaáætlun eflingu gæða á sviði æðri menntunar á Íslandi, sem kveður meðal annars á að á 5 ára fresti fari fram kerfisbundið mat á gæðum háskólastarfs á Íslandi. Og matið felst annars vegar í innra sjálfsmati á faglegri starfsemi háskólanna og hins vegar á ytra mati gæðaráðsins. Og það rík áhersla lögð á þátttöku stúdenta og að vinnan sé umbóta miðuð. Og fyrsta lota ramma áætlunarinnar núna rúmlega hálfnuð og á vettvangi Háskóla Íslands að þá hefur þetta verið skipulagt þannig að allar 25 deildir skólans og 2 þverfræðilegar námsleiðir fara í gegnum umfangsmikið sjálfsmat, auk þess sem Háskóli Íslands verður metinn í heild næsta vetur. Dagskrá kennslumálaþingsins að þessu sinni verður helguð gæðamati, einkum sjálfsmati og þeim lærdómum sem draga má af því. Meðal fyrirlesara Norman Sharp, prófessor, formaður gæðaráðs háskóla hér á Íslandi. Hann starfaði árabil sem prófessor í hagfræði áður en hann var forstöðumaður skosku gæðamatsstofnunarinnar QAA Scotland, sem stendur fyrir Quality Assurance Agency for Higher Education Scotland. Þar sem hann þróaði aðferðafræði við gæðamat á háskólastarfi sem byggir á þeirri hugmynd að flétta saman gæðatryggingu, gæðaeflingu og virkaþátttöku stúdenta. Og á síðustu árum að þá hefur þessi nálgun hlotið vaxandi vinsælda víða lönd og leyst af hólmi skrifræðislegar aðferðir við gæðamat í háskólastarfi. Norman, as you could probably perceived, I was mentioning you and your background very briefly and your leadership in developing new and effective quality assurance framework mechanisms for higher education. And may I repeat my thanks to you for taking time to be here today. We're all looking very much forward to hearing your talk. Góða gestir, leið og ég býð Guðrúnu Geirsdóttur, forstöðumann kennslumiðstöðvar, að taka við stjórn. Að þá vil ég lýsa þeirri ósk að þingi verði okkur hvatning til að vinna skipulega úr þeim fjölda ábendinga sem koma fram í sjálfsmatsskýrslum og öðru gæðamati. Og ég hef heyrt frá einstaka einingum hvernig þær eru að vinna því að setja fram aðgerðaráætlun umbótaverkefni í kjölfar gæðamatsins og ég treysti að þetta verði almennt verklag. Við verðum að tryggja að öll vinnan sem lögð hefur verið fram af hálfu starfsfólks og stúdenta nýtist, fara ekki ofan í skúffu. Þetta verkefni sem að okkur ætlað að vinna af hálfu stjórnvalda
og gríðarlega mikilvægt að við notum þetta til þess að bæta og breyta. Og það alveg augljóst að það margt sem rótast upp í sjálfsmatinu sem kostar peninga að laga og margt af því verður auðvitað bíða, en það líka margt sem ekki kostar peninga að laga. Það hugvitið og viljinn til að breyta. Og þannig getum við notað þessa vinnu til framþróunar og til þess að verulega efla gæði náms og kennslu. Bestu þakkir. Komið sæl, Guðrún Geirsdóttir heiti ég og hin nýja María Ruth, formaður stúdendaráðs sem átti að stýra hér dagskrá í dag, liggur því miður lasin heima, biður fyrir kveðjur og ég þurfti að hlaupa í skarðið. Og ég vona ég standi mig jafnvel og hún myndi líklega að gera. En verði velkomin á þetta þing. Ég búin að vera að sveifla símanum mínum bara rétt til að minna ykkur á að slökkva á símanum, fékk hérna aðstóð formanns kennslumálanefndar til að setja minna á víbring og fleiri geta þá gert það eða slökkt alveg. Og mig langar að fyrsta dagskrá Norman Sharp sem að Kristi rektor hefur kynnt alveg ágætlega og hann fyrrum formaður gæðaráðs í Skotlandi og núverandi formaður gæðaráðs háskólana hérlendis og sérstakur fengur að fá hann. Það sem ég finnst gott við Norman Sharp, það margt gott við, you have a lot of good ideas and qualities. En það sem ég finnst þykir einna vænstum í hans máli og hans verkum og það sem hann hefur lagt áherslu á mikilvægi þess að hlusta á rödd stúdenta í öllu skólastarfi og að þeir séu kjarninn í öllu háskólastarfi og megi aldrei gleymast. Og ég sérstaklega þess vegna ánægð að fá hann hingað því þetta þing akkurat umræðu vettvangur nemenda og kennara og þeir ekkert svo margir þeir umræðu vettvangar þannig að ég mjög hamingjusöm að sjá svona marga mætta hér í dag til að taka þátt í umræðum. Norman Sharp, we are very, very pleased to have you here and I will open up your overheads and welcome you here to the podium. Okay, welcome. Thank you very much. I apologise, I cannot speak to you in Icelandic. I would try, but I know I would fail so badly. So I'm afraid you're stuck with this slightly strange Scottish English. It's a great pleasure to be here. I always love coming to Iceland. I particularly love coming to the University of Iceland. Why? Because I always go away with far, far more than I bring. And I mean that very genuinely. And for that reason, I'm always slightly nervous at speaking to a gathering such as this. My wife always tells me that she can tell what kind of mood I'm in by what tunes I'm humming to myself in the morning. And I lie not, I found myself as I was putting my tie on this morning, humming away, and I thought, what's that I'm humming? And it was the Dies Iris from the Rufli Requiem, the Day of Judgment. So I must indeed be very concerned about today. This is a great conference. It's a wonderful turnout. Thank you very much for taking the time not to hear me but to participate in the morning's conference. It's a wonderful programme. I genuinely have not seen such an innovative programme in learning and teaching in higher education. To focus it around videos of students
And I assume they're all genuine videos. You haven't had actors playing the part of students, just saying the things you want to hear. I assume they are genuine students, genuinely reflecting on their experience. And I'm just sorry that I would love to stay and could stay, but I would gain nothing from the Icelandic conversations. But I will make a point of talking with Magnus afterwards to find out all about it. What I would like to do in the next half hour is really to go through a bit of a journey, and probably not very much of this will be new to you. Probably you're very well aware of all of this, and indeed I'm sure that is the case. But I thought it was quite useful just to bring some of these things together as a background reminder, putting it in the front of our minds as you engage in the discussion for the rest of the morning, and then hopefully take the outputs from that discussion through into practice over the years to come. I sent Magnus a draft of what I was going to say about a week ago and asked him for feedback, and he said, well, that looks okay, but don't go on about the quality enhancement framework. We've all heard about it. We don't want to hear any more about it. So I'd like to start by quoting from the Handbook for the Quality Enhancement Framework. Just very briefly, if I may. I apologise, Magnus. Just very briefly. The beginning of the handbook lays out some principles. And you're fed up with hearing me saying this before. The principles are the most important things. We can change all sorts of other things, but we can't change principles, I don't think. And if you don't have principles, I think we're wasting our time. And I think that's probably a problem with quite a lot of quality assurance arrangements throughout Europe and indeed wider internationally. They respond to whims either of government or other pressure groups in society, and they move about continually over the years. And that is the history of quality assurance arrangements. One of the most important principles, and I'm not just saying this because of the topic of the presentation, is the involvement of students. And that's the wee bit I would like to start by quoting. A defining feature of higher education, we say, is its relationship with the boundaries of knowledge. Students, through their higher education experience, discover how knowledge has been created and continues to evolve. Students become actively involved in knowledge creation, rather than simply being passive recipients of facts that they are required to repeat on demand at assessment. This provides graduates with the basis for continuing to learn and develop throughout their lives. Factual knowledge quickly becomes obsolete. Understanding lays the basis for reformulation, adaptation, and continuation of learning throughout life. The nature of learning in higher education fundamentally involves students as partners in the learning process. Given the centrality of this partnership, it's important to involve students also within our quality framework as active participants in the assurance and enhancement of their learning. Students are not the objects of the QEF, they are intrinsically partners within the endeavour. And I think that is our most important principle. And really what I want to do in my 28 minutes now is really to extemporise on that, to broaden out and to discuss with you the background to why I think that is so important. I'd like to take you through the foothills, just very, very briefly, of the nature of learning in higher education, how we manage that, the importance of supporting student engagement, whatever we mean by that, what the different elements of that are, what are some of the characteristics of effective student engagement, and then try and draw some
some conclusions from that. So that's our journey for the next wee while. The hard questions to answer are always the very easy questions to ask, as I'm sure you're all aware. One of the hardest is when someone says, well, what do you mean by high quality teaching in higher education? And a writer I often quote in these contexts is Biggs. And from his, I think, still excellent wee book on teaching for quality learning at university. And Biggs talks about the defining feature of quality learning is the engagement of students in the very processes by which knowledge is created. Students, even first-year students, should be exposed, he argues, to the very temporary nature of knowledge. Our understanding of the world and our own particular academic disciplines has reached its current knowledge through a whole process of knowledge creation. The process continues over time, will go on continuing after we're long dead and buried. And the frontiers will move way beyond what we currently understand. And this is true whether we're economists, philosophers, scientists, medics. The thing that changes all the time, or the thing that is different between all of these disciplines, is the method of discovery. It is not the fundamental process itself. And that very simple premise about the temporary nature of knowledge lies at the very heart of what we refer to as research-led teaching. It's that that really defines us as a higher education institution. That is what marks off what you do in the University of Iceland from other kinds of educational institution. It's this engagement with the temporary nature of knowledge, with the working at the frontiers of knowledge, and working with students who will become part of that journey and go on being lifelong learners. We hear in different language often, reading between the words and reading between the lines. That is not only what we claim we are doing, it is what others actually demand of us. You sometimes get it expressed in very, very funny ways. You will hear employers sometimes talk very sadly of the need for the dreadful expression, oven-ready graduates. They want graduates that they can put in the lines of production, whatever that these lines are, and they can go to it from day one. But on more serious discussion with them, they will quickly say that it's not only what they can do in day one, but on day 365, and after 5 years, and after 10 years, that is actually important. It is about recreating the processes that they're engaged in for tomorrow, not for today. There is a lovely expression, I think, from Athens University after a meeting of the Coimbra Group, which is a group of international leading universities that describe themselves as leading research universities. And at the close of this meeting, Athens University put out a statement about their approach to teaching. And you can read it for yourselves. A scientist who graduates from university must not be restricted to a speedy acquisition of skills, but should possess the characteristics of a mature scientist who, apart from knowledge in the area in which he or she has been trained, must also possess the philosophical approach of his or her science and the educational perceptions of society, which I think is a wonderful statement of what we are all about. Well, if that is the case, what is the basis of this lifelong learning?
And Biggs talks about it, and you're all familiar with it, with this notion of deep and surface learning. And surface learning encourages our students simply to memorise, to identify things, to name things, to paraphrase, to enumerate and describe. And that is not really what we're about in higher education. Although, if I reflect back, I would have to say, on some of the essays I used to set my students, or exam questions I used to set them, or projects, it was very often actually about summarising things and making sure that they had memorised things. It's very easy to slip into that. But on the other hand, actually, what we are interested in is the deep learning, which is characterised by reflection, applying to novel problems, hypothesising, relating new information to principles, arguing, comparing and contrasting different perspectives, and so on. That is the stuff of a genuinely higher education. And if that's what we're about, what does that tell us then about our approach to teaching and managing learning? And again, I think Biggs is quite helpful in this context. I mean, he's summarising lots of other work that's going on. When he says, it's helpful just to think of what he sees as a sort of 3 stages that very often academics go through in the development of their approach to learning and teaching. And the first stage is really to see themselves as the sage and the stage. And these are caricatures, of course they are. But seeing people as, or the academics rather, as focusing very much on preparing excellent lectures, excellent handouts, and delivering these lectures as effectively as they can. If the students don't learn, it's their fault. They're ill-prepared, they're lazy, they're not bothering themselves, and so on. It's nothing to do with us. That was an excellent lecture. It's their fault. It's their fault. And of course, if that is what we're thinking about, then if we're thinking of quality assurance, then it would be about quality assuring the transmission. Is somebody speaking clearly? Can they hear them? And these are the things that training courses for new academics would be designed to help with. And indeed, I remember some of my very early training that I got sent on at my first academic post. Indeed, I was given an elocution teacher. It was felt I was not speaking quite clearly enough. My accent was perhaps just slightly too west of Scotland. But then it moves from that, according to Biggs. And the second approach is the toolbox approach. As we become more sophisticated, we think of the toolbox. And the toolbox is thinking of using different kinds of tools to aid teaching and learning. And so staff get exposed to different tools. A tool 10 years ago or something of PowerPoint when it came out at first. And I don't know if you remember some of the PowerPoint presentations that you maybe sat through, or horror of horrors, gave 10 years ago, when you had all these fancy things that you could never do with an overhead projector, but you could have things flashing in and out, you could have people walking across the slide, you could have things going in and out of focus, and you get these presentations, you came out and think, what the heck was that all about? You had no idea. But that was about enabling good teaching, the management of good learning. Give staff toolboxes. And if there's a problem with quality, then you need to improve what's in the toolbox. You need to expose staff to more tools. And again, I remember that same training experience I was sent on. One of the first lectures that was given on it was somebody who used the very expression of they hoped over the course of this course, this instruction, that they would give us an effective toolbox.
And I thought, being first year into lecturing, I thought, toolbox, Chings, I'm just scared I run out of material before the end of the hour. That's all. I just want to make sure I've got enough notes to last an hour. What's this about a toolbox? So the toolbox I soon learned, and that was the second stage. But Biggs's third stage, the mature stage of managing learning, is to rethink actually what it's about, and think in terms of the partnership between the teacher and the student as a partnership in learning, a partnership in the creation of the student's knowledge. And the focus becomes not a focus on teaching, but on learning. It's on what the student does in order to master the learning. Now, from that perspective, of course, students need to have access to the appropriate materials. They need to be appropriately prepared. And the role of the academic is absolutely vital in this. The academic is there to help the student to manage the learning experience. But giving a good lecture, per se, is probably a necessary, but it's not a sufficient condition for learning. How often do we come out of a lecture thinking, well, I've had both, and I'm sure you have too, both experiences. One thinking, that was pretty good, Norman. That actually was okay for a change. That was not too bad. And you can go and have a coffee and feel quite good about yourself. It doesn't happen very often, but occasionally. But then in tutorials you talk to your students and you think, actually, they hadn't understood that. All of these pearls of wisdom and wee jokes, they hadn't understood what that was about. And vice versa. You sometimes come out thinking, that was a real dog's breakfast. I really confused myself over that. But surprisingly, by exposing your students to sort of thinking through these problems and why you were struggling with it, they also will struggle with it and will struggle alongside you to deepen their knowledge and their understanding. So our task, according to Biggs, is to create a context where deep learning can take place. And if we're going to achieve this, we need to achieve what the jargon talks about in terms of a constructive alignment. And I think we are very fortunate in the University of Iceland, and indeed some of our other sister institutions around the island. It's very hard if you are trying to develop partnerships within your tutorial rooms, within your bailiwick of the institution. If the institution at large is run on a highly dictatorial basis, where students have their place, and their place is not to ask questions, but to be good, obedient students, that does not work. That clash of cultures does not work. Biggs's constructive alignment is talking about an alignment of the curriculum, the delivery of the curriculum, the structures of the university, the senior management of the university, the governance of the university, in an open and constructive way that embraces students as partnerships in the whole endeavour. And again, I apologise for the jargon, but a wee bit of the jargon is our university moves from being a teaching institution to a learning institution, from a teaching paradigm to a learning paradigm. And there are many different aspects to that shift. It's a very major shift from the teaching institution to learning institution. And my final bits and pieces of this is to turn to the area of student engagement. If we are going to seriously engage our students, what actually does that mean?
And that's not an easy question to answer. And there actually is, to my knowledge, there are no clear answers to that just now. When I was still working with QAA in Scotland, we had talked for a few years about the importance of student engagement with all of our principals and vice principals academic, without really addressing the question. We pretended we knew what it meant. But at one meeting, somebody asked the question, well, what actually do we mean by student engagement and effective student engagement? And that is actually quite difficult. And as I've said to some of you before, at that point, we then went away for a week with all of the senior vice principals from our 13 universities. And we spent the week in Canada looking at some examples of what we were being told were good examples of student engagement and talking amongst ourselves about what that actually meant. And it was interesting, the answers that came back. In some cases, when we talked to groups of students and asked them about in what ways they felt engaged with their institution, a surprising number came up with what they did in voluntary societies. They worked in the community. They represented the university in working with old people, with disadvantaged groups of various different kinds in the community. And that was very important to them. Or in one case, a university which was all residential had arranged its floors in residences in different ways. In some of the floors, it was arranged by faculty, so that if you were studying pure sciences, you would get a bedroom on floors 6 and 7, and you knew that everyone round about you was also studying sciences, and they saw that as being very important. Or in other floors were reserved for people with particular interests. There was a floor reserved, for example, people interested in music, and that formed a kind of society. So it was a way of plugging in. People, students themselves, plugging into the institution. In other cases, a university, a new university, it was at a time when the Canadians had lots of money, a new university had just been built and decided it was going to dispense totally with lectures and everything would be done using IT. And the presentation we were giving talked about the importance of plugs in forming wee communities. I've got to be careful how I pronounce this. Plug huggers. And sure enough, when you walked around the corridors of the university, you had these wee clusters of students all round the plugs, plugging the laptops in. And they sat and, we were told, talked about what they were being asked to do, the material they were being presented with, and so on. So, I mean, these are slightly peripheral examples, but nonetheless, what was interesting to us was what we thought of as being at the periphery of things. Because we're very self-centred. We think we're at the centre of things. The academics are at the centre of things. But actually, in some instances, we're actually not. And I thought that was very interesting. But moving beyond that kind of slightly surface element, one of my pleasures just now is I chair an organisation called Sparks in Scotland, which is SPARQS. It's one of these really annoying things where the thought of that clever title, you know, Sparks, it sets learning alight and so on, but it's very clumsy. It's student participation in Quality Scotland. And a lot of what I'm going to talk about just now is from our work in Sparks. And if you want to look at their website, if you just Google Sparks, SPARQS, you will see all of this in much more detail. And Sparks is an organisation we set up about 5 years ago. It is, as the name suggests, it is all about engaging students in quality. It does not cost a lot of money,
I think in our terms the Sparks annual budget is less than £500,000 a year. For that they have a director, an assistant director and some junior staff, and what they do is they started off by providing training for students to become involved in quality processes in the universities. They then moved on to training the trainers, so that they trained trainers within the universities, so these trainers could then go on and train students within their own campuses. And they've moved beyond that now, and they run seminars and produce materials, run focus groups on the nature of being a student in higher education. And that's something that we take for granted. I don't know as much as I would like to know about the school system in Iceland. But I know our own school system suffers a bit from students learning what they're told to learn, and I use learn in inverted commas. They learn what they need to learn to pass exams, but actually they haven't reflected at all on the nature of learning, on how they learn, on what's effective learning for them. It's like, I'm very struck by the parallel again with music. You know, you tell young kids, go and practice your violin, and you put your earplugs in while they do it. But 99% of the time, kids actually don't know how to practice. And if they did know how to practice, they would achieve far more in the time available. And similarly, I think the case is, if students knew how they learned, how they learned effectively, they would get far more out of the experiences that you offer them. But so Sparks about 2 years ago, undertook a major survey of all of the colleges, the further education colleges as well as the universities, talked to all the student bodies about what they thought, and the academics, about what they thought the key elements of student engagement were. And just very briefly running through some of the headlines, and there's nothing terribly startling about this until I think you begin to put them all together and the picture it builds of an institution. It was key for effective engagement that students actually felt part of an environment that they thought was supportive. And there are a whole host of different examples that were given in this. It included things like activities where institutions developed relationships with students before they actually arrived, pre-admissions, and actually in some, I know the situation for the University of Iceland as a public university is slightly different in these contexts, but a great many of our universities in the UK, and even more so in the States, are now putting a great deal of effort into what they call transitions. Transition from school to university, or for community college to university, because a lot of students are lost in that transition. They either don't manage to make it effectively, or they don't manage to make it at all. So building that relationship before they get to university is important. One of the examples we got in Canada from the University of Guelph in its campus in Toronto, they put a lot of effort into this pre-admissions linking between people who applied, after they applied, before they arrived. There was a lot of contact with the students, a lot of contact with the students' families, so that before they arrived, the students actually felt they were coming to an institution that was going to support their learning. So a variety of induction activities, student associations, clubs and societies, volunteering, mentoring and central support services, very importantly the welfare services, engagement with alumni, practical arrangements such as transport, financial support, childcare, and so on. Now, I know you may well sit there and say, look, times are hard in Iceland. Of course we would like to provide childcare.
And yes, times are hard, but we do have to look at what we can do most effectively with the resources at our disposal. To students, and we talked to a group of Icelandic students, including the University of Iceland, but from other institutions as well, about a fortnight ago. And one of the things that was of great concern to them was about this welfare support that surrounded them when they were at their institution. I mean, we tend to see these, well, some of us tend to see these things as at the periphery. But if we're thinking seriously of students engaging with us, students don't come with a head and no body. They come with a head, their body, and all the trials and tribulations of being the real people that they are. And it's about engaging with these real people. So about a supportive environment. It's about helping students to engage with their own learning. It's about devising learning structures that are really appropriate for your students. The easiest thing, and again we all do it, and I need to keep reminding myself not to do it. You think of the student you would like to have, and you design the learning experience for that person, rather than the students who are actually in front of you. And one of the things that woke me up to that was I worked for a spell for the Open University in the UK, which has entirely open entry. People come with doctorates, they come with undergraduate qualifications, they come having failed every school exam that they ever sat in life, probably 40 years ago. They come from a whole variety of different backgrounds. And I was teaching on the foundation course, the first course they did in social sciences. And I remember my first exposure to economics, and it was about studying, is economics an art or a science? I had no idea what an art was or a science was. What the Open University did was to say it spent its first month in this programme on a course unit called The Limits of Everyday Thinking. And it was absolutely wonderful. It started off with problems in society that were very current at the time. There were three, I can't remember what the third one was. The first two were unemployment and crime. And started off by just saying, well, what is everyday thinking about crime, for example? And they had some source material from newspapers, some of from the full spectrum of the press, some of the sort of cheap and nasty press, and some of the so-called quality press. And it said to the students, well, what are the problems with these interpretations? What are the limits of everyday thinking in terms of trying to explain crime? And of course you get the extreme right-wing press saying, sort of, hang them, chop their hands off, lock them up for life, and so on. I said, well, let's try and sort of stand back a wee bit from this and say, well, how can we collect evidence on the nature of criminal behaviour? And what different kind of perspectives might we bring to bear in this? So, from a sociological perspective, of course, I didn't talk in that kind of language. It would say, well, it's to do with the nature of society, the unequal opportunities that some people have within society, the unequal access to resources, and so on. And if you break down by class, by background, by educational background, the nature of criminals, then the evidence is this. Is it true when you see the banner headlines in the press, crime is escalating beyond all proportions, you should not go out at night, lock yourselves up, get extra security in your house, etc., etc.? What does the evidence tell us?
And it then went through the process of collecting statistics on criminals. And just through that kind of process, and then you could look at The Economist, and they came out rather poorly in this because folk did not find them at all convincing. Of course, The Economist said, well, you could look at this as entirely rational behaviour. That's always the starting place for economists. We have rational economic man. You weigh up your pros and cons. If I go and work and I have no skills, I'll get the basic pay if I'm lucky. I'll struggle. Whereas if I go and rob a bank, okay, the probabilities are I might get caught, but there's just a chance I'll get away with. So it's a rational decision. And you look at the psychologists. What are they telling us? Well, the psychologists can provide a whole host of different kind of insights into individual problems and explanations for behaviours and so on. But it was a very, very skillfully put together series of case studies. And at the end of that, at the end of the first month of study, people actually understood what the nature of social sciences was, what the nature of social science investigation was, the importance of evidence, the importance of competing perspectives. It was wonderful. And by the end of a year doing multidisciplinary studies in social sciences, I would have, and indeed I did, put any of these students straight into the second year of any university programme on any of the major social science disciplines. The bits they hadn't studied, they would catch up with very quickly. But actually they would understand their disciplines far better than my students who'd gone through the traditional introduction to economics in their first year, or whatever it was. So students engaging with their own learning, designing learning programs that are important, that are relevant for the students that you have. Research, teaching linkages, workplace relevance, projects, induction to learning programs, how to become a successful learner, university facilities that promote independent learning, academic mentoring, including peer mentoring, personal development planning, the development of graduate skills, academic societies, the development of opportunities for student choice. All of these things are parts of the students engaging with their own learning. Students, thirdly, working with their institution in shaping the direction of learning. And this is not just about getting feedback from students. Of course, it's partly about that. It's about what happens to it. It's about how students get involved in it. You've just been through 3 years now of subject level reviews over the university. And I would have to say, they're very good. I read them all. They're very good. The real question is, so what? Do they say, oh, that was fine. It's a good bit of medicine. I feel better for having done that. And on we go. Sit in a drawer, and 5 years' time we'll pull it out when it's time to do the next review. Or are you now saying, that was important. What that review showed up is X, Y, and Z. We really do need to fix that. And okay, the university does not have a lot of money just now, and getting that new laboratory we can't do. There is no money for it. But how can we make the existing laboratory better? How can we use electronic facilities to help get round some of these problems? How can we recluster the curriculum to make it more accessible to the students? How can we deal with the problem that the students are raising of too little choice? How can we deal with the problem the students raised of bias in the perspectives that we're using? Is there a real problem there? How do we deal with it? What are we going to do? Who do we want to benchmark ourselves against? How are we going to get there? And so on. It's what we do with them. It's getting the real involvement of students alongside us as we work with this. I'm sorry, I'm now slightly over time. I'll round up in 5 minutes, Magnus. Is that okay?
Formal mechanisms of quality assurance, all of that sort of follows on. And it's not just about gathering student opinion, it's making sure that we have the student voice in debates, making sure that students are able to negotiate outcomes along with the rest of the academic community. It's very easy to be, and I'm sure it doesn't happen very much here, but it is very easy to be patronising and to think, well, we've got a student in that committee, that's fine. But it's not fine. It's not fine. I mean, the academics have been at this business for decades in many cases, and that's great. But how's a student to be supported? And I can't say how passionately I believe this. You have wonderful students in Iceland. We have students in our reviews, and they have been so impressive. The first student, indeed, one of my colleagues, as you know, Barbara Brittingham's from the quality agency in New England, and at the end of the week of working with the student member of our team, she persuaded the student to then go on to doctoral studies at MIT, which just happened to be in her bailiwick, which I thought was a bit unfair of her to use this pressure. But I mean, the student was so impressive. And the thing is, it's not just that one. All the students we have worked with have been of a similar quality. They have a great deal to contribute. We have gained hugely from working with them, and it is very clear that you also find the same. So the formal mechanisms right through the institution to the highest level of seriously engaging our students in the processes, and also engaging them at a national level. We had to fight a bit to get that happening properly in Scotland. It's not fully there yet. It's slightly further behind that, I would say, in England, and we're getting there, I think in Iceland. All the national committees where policy, educational policy is being debated, the students should be present. They should have a voice. And to bring all of this about, there has to be a variety of different features. There has to be a culture within the institution of engagement. It has to permeate the institution from top to bottom. It's not about a bit of tokenism. It's not about saying, well, student engagement, yes, that happens in the department round the corner in room 503. That's a student engagement centre. The Student Engagement Centre is the front door as soon as they come into the university and beforehand. Students genuinely being treated as partners, not as token representatives. That we respond to the real diversity of the students that we have. We try to engage with them at times and in places and in ways appropriate for them. There's no point in running all of our societies in the evening if the majority of students in that particular programme have got significant childcare responsibilities. We've got to find ways around that, and so on. We've got to seriously value the student contribution. It is about enhancement and change rather than problem solving. We often think, well, there's a particular issue we've got to solve. Let's get a group of students together to address this question. That is okay, but that is not what student engagement is about. Student engagement is about the systematic involvement of the students. And in order to have that, they need to be supported in a variety of ways. They need to have time to do it. In some cases, the role of sabbatical officers is extremely important. Small amounts of resource can go a long, long way in terms of helping us. Where does all that take us to get to my conclusions? Well, it takes us to a rather kind of messy place. There's no neat and tidy conclusions to this.
But reflecting back then on the question that Magnus posed me at the outset, he said, could you talk about the role of students? And that's what I've tried to do. But I've tried to do it by saying we can't really talk about the role of students without thinking very carefully about the nature of learning and teaching in higher education. This is, although the private-public mix of universities brings different dimensions, it does not alter the basic relationship, I don't think, between students and their institutions, between partnerships and learning. And all of this is not to deny that looking through the prism of the student as consumer has no validity. It does have some validity, but it is to assert that the nature of higher education, if you like, the product, is not amenable really to a market analysis. And the context in which learning in higher education is produced, the so-called market, it's so full of imperfections in the economist terms that consumer market analysis has, to my mind, very, very little validity. Higher education, in its fullest sense of the term, is a public good. And if we accept all of this, then the concept of student as co-producer rather than the student as consumer king should have a powerful bearing on how we arrange our structures and provisions within the university. Securing an effective student engagement in our affairs moves from the periphery to the very centre of our considerations. It moves, again, in our unfortunate modern jargon, it moves from the bottom of our risk register to the very top of our institutional risk register. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Norman Sharp. Quite a lot of issues to think about for the rest of the day. We had planned time for some questions. We are running a bit late. But if somebody has a very okay, we will have to send you the email, the questions. Og fyrir bara aftur í íslensku, við því miður ætlum að sleppa spurningum, við viljum gjarnan halda dagskráni. Og við fórum á stúfana og María Rut, sem ég staðgengið fyrir í dag, fór á stúfana og spurði fólk hér háskólan, bæði nemendur og kennara og deildarforseta og annað starfsfólk, viðhorf þeirra til gæða. Og við ætlum að sýna ykkur hérna þau viðbrögð sem við fengum, sem hún fékk. Ég held að viljinn sé fyrir hendi að hlusta á raddir nemenda. Ég held að það sé reynt að fara ýmsar leiðir, til dæmis kennslukönnur og annað, til þess að ná til nemenda og þeirra skoðana. En ég hef svona tilfinningu fyrir því að stundum mætti vinna það betur og auka kannski líka fyrir nemendur gagnsæi á því hvað gerst við upplýsingar sem safnað af hönd yfirvalda í háskólanum. En ég tel að háskólinn sé allir að vilja gerður til þess að auka vægi nemenda í námi. Þetta sjálfsmatsferli hjá okkur reyndist okkur kærkomið tækifæri. Þetta gefur deildunum færi á því svona staldra við, skoða fyrri stefnur og áætlanir, hvað höfum við sagt áður við ætlum að gera. Þetta gefur okkur tækifæri til að staldra við og skoða á hvaða leið höfum við verið, hvernig hefur tekist til með þetta. Og hjá okkur í stjórnmálafræðideild þá rímaði þetta mjög vel við umbótaferli sem við vorum þegar í á þessum tímapunkti. Þannig að við nýttum þetta tækifæri mjög vel talið við og þetta hefur gagnast okkur mjög mikið eftir það til að byggja upp stefnu deildarinnar til framtíðar og bæta gæðin í deildinni. Já, ég myndi segja að það sem einkennir góðan háskóla væri nám sem
einstaklingsmiðað, að þú getur svolítið valið þína eigin brautir og hvaða áfanga þú vilt taka eftir hvað áhugasvið þú ert á og hvar þú stefnir á að nota áfangan eða það sem þú lærir. Og svo myndi ég líka segja að það væri eingetið líka góðan háskóla að nýta sér nýja kennslutækni. Ef svo, bara nýjar aðferðir sem tækni byður upp á og kynna sér þær og reyna að tileinka sér ef það á við. Ég held að sjálfsmatið sé mikilvægt og þáttur stúdenta í því sérstaklega mikilvægur. Þeir verða að koma þar fram, en þar finnst mér mikilvægt að huga að því að þáttaka þeirra sé þáttaka í samstarfi akademíu, þáttaka í akademísku samstarfi frekar heldur en einhvers konar togstreita gagnstæða hagsmuni. Mér finnst mikilvægt að hugsa háskólastarf þannig að nemendur og kennarar eru á sama báti við það að framkalla og breiða út þekkingu. Það fræðileg, við höfum fræðilegar skildur og þjálfunarskildur og við kunum að vera kannski aðeins á ólíku róli. Nemendur eru stuttan tími í skólanum, kennarar eru þar öllu jöfnu lengur, en í það heila tekið þá held ég að þar sem að nemendur geta verið aðilar að þáttakendur í því að búa til þennan lærdómskúltúr, þennan menntunarkúltúr, þá sé það algjörlega nauðsynlegt og mjög gott. Það þurfa að vera þetta reglur og réttindi verða að vera á hreinu og það allt verður að vera í lagi, en sú hlið málana á ekki að vera aðal innlegg nemenda. Það á ekki að vera, þeir þurfa líka að hugsa og kennarar í samskiptum sínum við nemendur verða að hugsa nemendur sem samstarfsmenn í þessu verkefni sem að vísindi og fræði og fagleg þjálfun eru. Svo sannarlega, námið og kennslan í háskólanum náttúrulega fyrir nemendur til að gagnast þeim. Ef það gagnast þeim ekki og þeir upplifa það ekki vel, þannig að mæti þeirra þörfum og óskum, þá getum við alveg eins sleppti að hafa háskóla. Þeir upplifa mjög mikilvæga hlið á náminu og kennslunni, eru neytendur, þiggjendur þjónustunnar og hafa þess vegna mjög mikilvægt sjónarhorn, allt annað sjónarhorn heldur en kennararnir á bæði það sem fer vel og það sem mætti betur fara. Þannig að það mjög mikilvægt að þeir hafi sitt að segja og líka að það sé hlustað á það og þeir finni fyrir því að það sé hlustað á það og tekið mark á þeirra upplifun og skoðunum. Já, það skiptir mjög miklu máli. Sérstaklega skiptir það máli að nemendur taki þátt af því að háskólanum það gengur fyrst og fremst út á nemenduna og þeirra nám og ef að þeir taki ekki þátt þá það nú ekki mjög mikilsvirði. Mér finnst mikilvægt að kennslan sé sveigjanleg og það sé tekið tillit til mismunandi þarfa nemenda. Og mér finnst líka mikilvægt að kennarar hafi metnað fyrir kennslunni, að þeim finnist virkilega gaman og hafi brennandi áhuga á að kenna nemendum með mismunandi bakgrunn. Þetta fyrra innslagið sem við ætlum að hlusta á og þið heyrið að mjög margt þarna rímar alveg ágætlega við það sem að Norman sjálf að draga fram. Samskiptin, hafa nemendan í forgrunni, taka mið af ólíkum þörfum nemenda, þetta samspil nemenda og kennara og svo kúltúr sem við byggjum upp þau samskipti. En næst kemur hérna í pontu Guðbjörg Andrea Jónsdóttir. Einn liður í gæðaúttektunum aukin upplýsingagjöf eða upplýsingar viðhorf nemenda til náms og kennslu og það félagsvísista stofnun sem hefur haft veg og vanda því að leggja fyrir nemendur á ólíkum námstigum kannanir og það náttúrulega heilmikið mál og þetta stóra kannanir en Guðbjörg ætlar hér á mjög stuttum tíma að reyna að gefa yfirlit yfir hvað segja nemendur gæði náms og kennslu á Háskóla Íslands. Þú varst hérna, ekki?
Þú farið dálítið svona flókið verkefni, Guðbjörg mín. Þetta mjög flókið verkefni. Að koma þessu öll af á stuttum tíma. Takk að þið fyrir. Ég ger mitt besta til þess að reyna að takast á við þetta flókna verkefni á stuttum tíma. En Félagsvísindastofnun hefur frá því hausti 2011 unnið í samstarfi við skrifstofu rektors að könnunum á viðhorfi nemenda til náms og kennslu við Háskóla Íslands. Og ég verði viðurkenna að síðustu dag hef ég svolítið reitt hár mitt yfir því að velja úr þessu efni sem við höfum og það er nóg að taka bæði hári og efni, þannig að þetta hefur verið svolítið snúið. En ég ætla svona að reyna að gefa ykkur bara yfirlit yfir helstu niðurstöðuna. Þannig að það er sem sagt núna sem að niðurstöður 3. mælinga hjá okkur að líta dagsins ljós. Þannig ég ætla svolítið að reyna að fókusera á hvaða breytingar hafa átt sér stað síðustu 3 árin. Ef við byrjum á því aðeins samt að kíkja á hver markmiðin með þessum könnunum eru og hvernig við framkvæmum þær, þá er megin markmiðið með þessu að afla upplýsinga fyrir deildir og svið háskólans viðhorf nemenda til náms og kennslu og þá í þeim tilgangi að nýta það niðurstöðu til þess að efla gæði menntunar við háskólan. Og það eru 4 hópar sem við höfum verið að leita til, þar að það eru grunnnemar, nemendur á öðru ári í grunnnámi sem við spyrjum árlega. Við tökum ekki úrtak úr hópnum, heldur spyrjum alla nemendur sem eru skráðir á annað ár. Og það eru svona það bil 1200 nemendur sem er að svara þessari könnun þá árlega af grunnnemarnir. Síðan hafa meistaranemarnir verið spurðir annarkvert ár og þegar við spurðum á hausti 2011 eða veturinn 2011-12 þá tókum við úrtak úr hópnum sem við gerðum ekki núna, þannig að við lögðum könnuna fyrir alla meistaranemendur núna í vetur. Þannig að það eru yfir 2000 nemendur á meistarastíði sem að svara núna í ár en voru það bil 1300 árið 2011. Síðan höfum við einnig spurt doktorsnema annarkvört ár og þar sem þeir eru ekki nema það bil 500 þá höfum við ákveðið líka að spyrja þá alla. Þannig að það eru 350 sem að svara í hvort skipti. Og loks höfum við líka lagt spurningar fyrir þá sem að hafa útskrifast frá skólanum og þá leitum við til þeirra sem að útskrifast árið áður en könnunin er gerð. Þannig að núna í vetur spurðum þá sem að útskrifuðust árið 2012 og þau tala útskrifaða þá setjum við líka það skilyrði að nemendur séu farnir frá háskólanum, þar að segja að þeir eru útskrifaðir og ekki búin að skrá sig annan nám við Háskóla Íslands, heldur eru alveg farnir frá skólanum. Þannig að það eru það bil 1300 manns sem að svara í þeim hópi árlega. Nú, við reynum að hafa þetta sem mest á netinu til þess að halda kostnaði í lágmarki, en það sem við gerum mjög stífa kröfur svarhlutfall, við gerum kröfu það að sé að minnstakosti 50% svarhlutfall í hverri deild til þess að við birtum niðurstöður, þá þýðir það líka að við þurfum oft verulega mikið fyrir því að hafa að ná þessu svarhlutfalli og hringjum því í nemendur ef þau svara ekki á netinu. Og auðvitað er oft erfitt að ná í þá sem eru útskrifaðar öðruvísi en að hringja því við höfum oft ekki upplýsingar þeirra netföng. En þetta allavega hefur gengið hjá okkur og við höfum náð svona 60-67% svarhlutfall í heildina en oft með töluverðin tilkostnaði eins og ég segi. Spurningalistarnir sem við leggjum fyrir byggja miklu leyti til á National Student Survey sem hefur verið lagður fyrir í Bretlandi í allmörg ár eða frá því 2005 ef ég man rétt. Og síðan spurningalista sem heitir Destinations of Leavers from Higher Education. Og ástæðan fyrir því að við ákváðum að hafa þessa spurningalista til hliðsjónar þegar við fórum af staði þessa vinnu er að það gefur okkur þá líka kost á því að vera með samanburð af því að bresku skólarnir birta þessar upplýsingar opinberlega á hverju ári þannig að við getum þá leitað að samanburðarskólum í Bretlandi. Nú, svona megin fókusin í spurningalistanum er spurning ánægju, heildar ánægju nemenda með námið og ég gef mér að við viljum að nemendur séu ánægðir og ætla ekki að reyna að rökstyðja mikilvægi þess neitt frekar en síðan erum við líka með rúmlega 20 spurningar sem ætlað að mæla 6 yfirþætti og þessi þættir eru kennsla og nám, síðan það námsmat og endurgjöf,
stuðningur í náminu, skipulag og stjórnun, námsgögn og aðstæða og síðan persónuleg færni. Þannig að ég held að ég komist ekki yfir það að tala alla þessa þætti, heldur ætla ég bara að fókusera á örfáa spurningar og þá út frá því hvaða spurningar það eru eða hvaða einstaka spurningar það eru sem að spá best fyrir ánægju nemenda. En í spurningalistanum erum við auk þessara þátta líka með nokkra spurningar sem tengjast beint stefnu Háskóla Íslands. Meðal annars fjölbreytni í kennsluháttum og hvort að nemendur telji að námið hafi eflt vitund þeirra sjálfbærni, samfélagslega ábyrgð og jafnrétti og fleira slíkt. En kíkjum aðeins á almenna ánægju með gæði námsins og eftir námsstigum. Byrjum á því að skoða grunnnemana og þá sjáum við að það mikil ánægja meðal nemenda. Almennt þeir mjög ánægja með námið. Spurningarnar eru á 5 punkta kvarða frá mjög sammála yfir í mjög ósammála og þarna ég búin að taka saman þá sem segjast vera mjög sammála eða frekar sammála því að þeir séu almennt mjög ánægðir með námið við háskólan. Og við sjáum að það svona það bil 90%. Það ekki mikil breyting á milli ára þó það hafi örlítið dala frá því árið 2012 ánægjan. Ef við kíkjum á meistaranemann þá setjum þarna brotalínu af því að við spurðum meistaranema ekki árið 2012 en við sjáum að það hefur engin breyting orðið frá mælingunni 2011. Það 85-6% sem eru ánægð með námið. Doktorsnemar eru örlítið óánægðari heldur en hinir eða ekki alveg eins ánægðari, því kannski frekar að segja. Það svona það bil 76% sem að segjast vera ánægð með námið en engin breyting merkjanlega á milli ára. Og síðan sjáum við að ánægja útskrifaðra nemenda hefur örlítið lækkað fer úr 85% niður í tæp 80 núna frá síðasta ári sem ekkert gífurlega mikil breyting. En þrátt fyrir að það virðist ekki vera mikið að gerast á þessar mynd þá töluvert ef við förum að skoða eftir sviðum og talningum ef við förum að skoða eftir deildum að þá töluvert meiri munur á svörum nemenda. Og þess vegna ætla ég aðeins að sýna ykkur þetta bara svona eftir sviðum og þá fer ég að koma með fljúgandi línur inn sem svona ekki hugsaða til þess að rugla ykkur heldur til þess að einfalda framsetninguna. Dökkbláa línan sýnir þessa bara háskólan almennt, síðan kemur hér félagsvísindasviðið og þar sjáum við að hefur orðið töluverð lækkun frá árinu 2012 að það hefur heldur dregið úr ánægju nemenda, þarna 6% stig sem að einkunnin hefur lækkað. Við sjáum sambarilega aðeins fer niður að við líka á heilbrigðisvísindasviðinu. Ég vona gula línan sjáist fyrir hugvísindasviði, það lækkar líka örlítið frá síðasta ári ánægju nemenda. Á menntavísindasviði hefur hins vegar verið svona aukning að ánægju nemendur hefur fjölgað frá því við byrjum að mæla árið 2011 og það töluverð breyting úr 88% upp í 93,4%. Og við sjáum að það hefur líka heldur aukist ánægja á verk- og náttúruvísindasviði, verkfræði- og náttúruvísindasviði. Nú ef við skoðum síðan þær spurningar sem best spá fyrir ánægju nemenda og þá ætla ég fyrst og fremst að horfa á grunnnema bara til þess að einfalda mitt verk hér þá ætla ég að svona engum að horfa á þeirra svör. Og við sjáum að spurningin kennararnir eða fullyrðingi kennararnir vekja áhuga nemenda á námsefninu, þetta sú fullyrðing sem að spáir best fyrir ánægju þeirra. Og þarna sjáum við að hefur lækkað töluvert einkunnum frá árinu 2012. Við sjáum að það sömu þróun má sjá á félagsvísindasviðinu að það dregur heldur úr ánægju nemenda þar. Breytingin á heilbrigðisvísindasviðinu upp á við frá árinu 2011, engin breyting frá síðasta ári. Við sjáum nánast enga breyting á hugvísindasviðinu, það mikil ánægja þar með það að kennararnir vekja almennt áhuga nemenda á námsefninu og sama má segja menntavísindasviðið þó það sé örlítið niður á við þá þetta nú ekki mikil breyting og eins á verkfræði- og náttúruvísindasviðið þar hefur heldur lækkað ánægja nemenda með þennan þátt frá árinu 2012.
Námið hefur aukið sjálfsöryggi, það annar þáttur sem að hefur töluvert mikil áhrif bæði hjá nemendum á grunnstigi og eins hjá meistarnema og doktorsnema. Þeim finnst það vera mikilvægt að námið auki sjálfsöryggi þeirra. Og þar sjáum við að hefur breyst lítillega frá síðasta ári, örlítið niður á við. Og það á við bæði félagsvísindasviðið og heilbrigðisvísindasviðið þó að sé ekki mikil breyting þar. Hugvísindasviðið eins aðeins niður á við, lítil sem engin breyting á menntavísindasviði og loks smávægileg breyting niður á við á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Nú, þriðja breytan sem að skiptir þetta miklu máli það að skipulag náms og kennslu, að það gangi vel fyrir sig, að skipulagi sé gott og að nám og kennsla gangi vel fyrir sig. Þar sjáum við samskonar breyting, samskonar þróun örlítið niður á við eins og í fyrri mælingum. Og á félagsvísindasviðinu svona breytingin niður á við frá árinu 2011, töluvert mikið upp á við á heilbrigðisvísindasviði og þessar ólíku línur sýna okkur hvað það mikilvægt að skoða þetta eftir einstökum einingum líka, af því annars erum við svolítið mikið að eyða út öllum þeim breytingum sem að eiga sér stað. Nú það dregur töluvert úr ánæginu á hugvísindasviðinu og sama að segja á menntavísindasviði að það lækkar örlítið þessi þáttur þar og líka á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Nú, kennsluhættir og fjölbreytt, þetta sú spurning sem að var minnst ánægja með í könnuninni núna og þarna sjáum við að það hefur dregið úr fjölda þeirra sem eru sammála því að kennsluhættir eru fjölbreyttir. Og það þetta mikilvægt fyrir okkur að spyrja okkur að því þetta raunveruleg breyting, eitthvað að breytast í kennsluháttunum þannig að það sé að draga úr fjölbreytileika þeirra eða það hugsanlega viðhorf nemenda sem að breytast að einhverju leyti. Það má líka alveg velta upp þeirri spurningu hvort að nemendur séu farnir að gera meiri kröfu fjölbreytileika heldur en áður. Og þetta eitthvað sem við getum auðvitað ekki svarað öðruvísi en að ræða það við nemendur og fara yfir það hvaða breytingar hafa átt sér stað á kennsluháttum. Ef við skoðum þetta eftir sviðunum, þá sjáum við að á félagsvísindasviði virðast nemendur almennt vera sammála að það sé ekki mikil fjölbreytni í kennsluháttum og við sjáum á heilbrigðisvísindasviði að þróun þar nákvæmlega svo sama í heildina. Á hugvísindasviði þetta aðeins upp á við að nemendur eru frekar á því að það séu fjölbreyttir kennsluhættir heldur en voru árið 2012. Og á menntavísindasviði sjáum við líka, þrátt fyrir að nemendur þeirra séu langlíklegasti til þess að segja að séu fjölbreyttir kennsluháttum, þá hefur dregið verulega úr því frá árinu 2011. Og á verkfræði- og náttúruvísindasviði hefur orðið lítil sem engin breyting frá síðasta ári, örlítið niður við frá árinu 2011. Þannig að þetta sýnir okkur hvað það mikilvægt líka að skoða þetta í samhengi við það sem að gerast og ræða þetta áfram. Nú, önnur spurning sem að fær líka mjög lága einkunn, eða fullyrðing, ég hef fengið ítarlega umsögn verkefni mín. Nemendur virðast almennt vera sammála að þeir fá yfirleitt ekki mjög ítarlegar umsagnir verkefnin og þetta á sérstaklega við á félagsvísindasviði þar sem 26% sem segjast hafa fengið ítarlega umsögn verkefnin. Töluvert fleiri eða 40% á heilbrigðisvísindasviði, yfir 50% á hugvísinda, örlítið færri á menntavísindasviði og svona akkurat í heildarmeðaltalinu á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Og þarna líka kannski mikilvægt fyrir okkur að bæta við upplýsingum og skoða nánar hvort það einhver einkenni sviða eða deilda sem að hafa áhrif á þetta og mikilvægt að velta þá fyrir sig líka hvort að til dæmis nemendafjöldi á sviðum eða í námskeiðum hafi einhver áhrif á hvernig þessu háttað. Nú en bara svona til að sýna ykkur örlítið niðurstöðu frá meistaranemum og doktorsnemum, þá þetta svo spurning sem að hefur svona spáir best fyrir ánægju meistaranema og doktorsnema. Það að segja hvort þeim finnist námi vera fræðilega örvandi. Og þarna sjáum við að langsamlega flestir þeirra skoðunar að námið sé fræðilega örvandi. Þarna ég að vísu búin að taka saman þá sem að segja að það sé mjög eða frekar
frekar örvandi og það töluverður munur á meistarnefum og doktorsnefum ef við fyrir að greina það eftir því hverju segja að það sé mjög örvandi. Að doktorsnefnarnir eru miklu líklegri til þess heldur en meistarnefndir. En þegar ég tek þetta saman þá engin munur á þessum tveimur hópum. En það hefur örlítið dregið, þetta örlítið niður að við líka frá árinu 2011 að það hefur fækkað lítilega þeim sem að segja námi vera fræðilega örvandi. Nú ég búin að fara mjög hratt yfir sögu en ég ætlaði svona rétt bara að segja hvað framundan í vinnu með þessi gögn. En við erum núna á næstu dögum að skila skýrslum til deilda og sviða niðurstöður ársins í ár, það að segja 2013-14. Og síðan förum við í það að greina betur þessi gögn og það til dæmis mjög mikilvægt að skoða, eins og ég sagði, áhrif fjölda nemenda og kennara í deildunum á það hvernig nemendur eru að svara og annað sem við getum sett inn og skoðað í sambandi við skipulagið. Síðan mjög mikilvægt að það mjög mismunandi kynja og aldursdreifing í deildum og sviðunum að það mikilvægt að skoða áhrif þess líka á hvernig nemendur eru að svara. Ef ég skoða áhrif af kyni í heildina þá nánast engin munur á ánægju karl- og kvenstúdenta við háskólann, en það hins vegar ef ég fara að skoða það eftir einstökum deildum að þá það mjög mismunandi hvort að það munur á viðhorfum kynjana eða ekki og í hvaða átt hann Þannig að þetta töluvert flókið að greina þetta. En það hluti af því sem við munum gera áfram fyrir og í tengslum við sjálfsmat háskólans. Og loks við að byrja að greina líka kynbundin launamun meðal útskrifara frá Háskóla Íslands en okkur sýnir svona í fljótu bragði að það sé töluvert mikill munur á launum karla og kvenna strax árið eftir að þau útskrifast frá Háskóla Íslands. Þannig að við höfum fengið styrk til þess að greina það sérstaklega líka. Þannig að þetta svona farið að hundavaði yfir og ég vona að það nýtist af einhverju leyti en þið eigið eftir að sjá mikið af þessum niðurstöðum vonandi núna á næstunni. Takk fyrir. Þetta var mjög reffilega gert. Ég hefði hugsað að bjóða ykkur aðeins að standa upp og teygja úr ykkur örstuttastund. Ekki fara neitt, þeim á enginn fara út, ykkur læsa hurðunum, dyrunum, aðeins að teygja úr ykkur og velta því fyrir ykkur. Hvort sem eru nemendur eða að má ekki fara út aðeins að velta þið fyrir ykkur hvað upplýsingar eins og Guðbjörg var að sýna okkur eru gífurlega mikilvægt fóður fyrir frekari umræðu gæði náms og kennslu í deildum og sviðum. Þið ekki orðin útteygð? Þetta mátti ekki sko, sérðu Róbert, þú áttir að hlaupa og læsa. Jæja, gjöru svo að fá ykkur sæti aftur. Gjöru svo vel að fá ykkur sæti. Við ætlum að halda áfram. Og það næsta erindi þá kemur hann Sigurður Magnús Garðarsson sem deildarforseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar. Eins og við vitið hafa mjög margar að deildum Háskóla Íslands nú þegar farið í gegnum svokallað sjálfsmat, aðrar eru á leiðinni og sumar eru rétt að byrja. En umhverfis- og byggingaverkfræðideild hefur farið í gegnum sitt sjálfsmat og skrifað sína sjálfsmatsskýrslu og okkur þótti fróðlegt að fá deildarforseta einna deildar til að koma upp og svona aðeins veltaði fyrir sér bæði hvaða gagn að þessu, hvernig ætlaði þau nýta þetta og hvernig fór þetta fram. Þannig að ég býð Sigurð hjartalega velkomin. Þú varst örugglega hérna með glæru líka ekki? Til að lýsa aðeins reynslu þín af þessu ferli. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Við erum eina af þeim deildir sem erum búin með matið. Við byrjuðum í janúar á síðasta ári, 2013, vorum missir 2013 og náðum nánast að klára einu missir en lukum síðan við svona lokapunktinn í september. Og erum að skilja inn þá og erum svona núna í þá að vinna áfram með þetta og ég ætla svona að fá að deila með ykkur hvað við lærðum, hvernig við gerðum þetta og sýna ykkur svona okkur dæmi niðurstöður og hvað við fundum út í okkar deild.
Þetta gert þannig að það stofnuð gæðanefnd eða gæðahópur innan deildarinnar og í honum sitja nokkrir faculty members eða nokkrir kennarar og við fáum það einn útlendingur sem kemur inn í nefndina og síðan einn úr þjóðfélaginu og við fengum einn framkvæmdastjóra hér í bæ til að koma með okkur sem hefur tekið við okkar nemendum þannig að hann þekkir okkur nokkuð vel og gat gefið okkur þá reyndi mjög gott input. Síðan eru nemendur með okkur í þessu og við fengum mjög flottan hópa nemendum til að taka þátt í þessu og þau eru mjög áhugasöm og komum með fullt af góðum ábendingum til okkar sem við erum þá líka að vinna með núna. Einnig fengum við Félagsvísindastofnun til að gera fyrir okkur kannanir meðal nemenda til þess að við varum svona ekki of nálægt nemendum þegar það fær í gang og það var heppnaðist líka mjög vel og við fengum margt gagnlegt út úr því. Þannig að það sem ég langt til að deila með ykkur í dag á þessum 10 mínútum sem ég hef að bara segja ykkur aðeins hverju komistu við að þá innan deildarinnar, segja ykkur síðan hvað ætlum við að gera með þetta og síðan að því að svona aðeins að pæla í stóra samminginu, hvers vegna Háskóli Íslands að þessu, hvers vegna menntamálaráðuneytið að þessu og hvernig fittum við þar inn. Hér eitt dæmi hluti sem við komumst að. Hérna eru 2 töflur sem ég ætlum kannski ekkert að við ykkur að lesa í dítel, en þarna vorum við að reyna að meta kennsluhætti okkar og einmitt Guðbjörg kom inn á áðan, hvað eru fjölbreyttir kennsluhættir? Og ef þið spyr nemenda þá það mjög mismunandi hverju þeir svara, þannig að ef þeir svara eru fjölbreyttir kennsluhættir þá segir einn já eða svona en annar segir nei. Þannig að við bara fórum út í það að meta hvernig eru okkar kennsluhættir, því við teljum okkur vera með nokkuð fjölbreyttir kennsluhætti og við sjáum þarna efri töfluna, við sendum bara út spurningalista til allra kennara sem hefur kennt námskeið síðasta ár hjá okkur og bara spurðu þau bara hvað eyddurðu miklum tíma í fyrirlestra, hvað eyddurðu miklum tíma í dæmutíma, hvað eyddurðu miklum tíma í verkefni og svo framvegis. Og þá kemur út svona tabla og ég held að hún sýni að við séum allan þokkalega fjölbreytta kennsluhætti en auðvitað eru ákveðnir hlutir sem við viljum taka á og erum þá að reyna að bregðast við því núna og erum að reyna að taka það sem við teljum það sem þurfa að bæta. Og sama gerðum við með námsmatið, nemendur vilja gjarnan fjölbreyttara námsmat en aftur þá kannski ekki alveg ljóst í þeirra huga hvað fjölbreytt námsmat og aftur bara möppum við það út. Hvað mikið í lokaprófi, hvað stort hlutfall lokaprófi, þið sjáu þarna aftast í dálknum neðri töflunni 55% meðal vægi lokaprófa í deildinni hjá okkur og svo framvegis. Þannig að þarna möppum við þetta út og svo bara spyrjum við sjálf okkur, þetta eins og við viljum hafa það eða viljum við hnika einhverju til. Þannig að þetta svona eitt af því sem við fyndum út. Nú annað sem við fórum vandlega í gegnum hæfni við með námsleiða og þarna stuttuðust við það sem kennslumiðstöð hefur verið að ráðleggja okkur að mappa út hæfni viðmið versus öll námskeiðunum okkar, þannig að við bara byggum til eitt risa matrix og reynum að para þetta saman og við fundum rauninu út að eða hæfni viðmið eru ekki alveg nógu góð hjá okkur og við erum núna í þeirri vinnu, sem eitt af því sem kemur það út í skýrslunni það úrbótaverkefni það að vinna í hæfni viðmiðunum og við erum að gera það núna. Nú vinnuálag námskeiða, þetta annað sem við skoðum og þarna bara fórum við inn í kennslukannanir fyrir þá 2 misturinn held ég þar á undan og bara tekkuðum á spurningunni mikið vinnuálag í námskeiðinu frá nemendum og bara byggum til þetta plott hérna og þá getur maður séð strax þetta vandamálið ekki og ég held að þetta sé svona í þokkulegu lagi hjá okkur en það eru þarna námskeið sem að standa aðeins út og við höfum þegar núna farið bara inn í þau námskeið og bara spurt kennarana og farið aðeins yfir það þessi niðurstaða rétt og þá ef svo hvernig maður bregðast við. En þetta alveg úrvalstæki þá til þess að fara yfir svona mál og þetta hefur við reynda tekið fyrir á deildafundi og síðan hef ég líka tekið þetta fyrir í starfsmannasamtölum. Nú kennslukannanir, þetta náttúrulega mjög mikilvægt tól og nemendur eru held ég í auknum mæli að reiða sig á þessa leið til þess að tala við okkur kennara, tala við stjórnendur í háskólanum og okkar deild hefur tekið kennslukannanir mjög alvarlega núna í nokkuð mörg ár og við erum með verklagsferli sem við höfum keyrt núna í 3-4 ár þar sem á hverju ári þá förum við yfir niðurstöður, stóru myndina í niðurstöðum kennslukannana á deildarfundi síðan ræði deildarforseti, sem þessu tilfelli ég, við þá kennara sem að koma að einhverjum ástæðum ekki nógu vel út í kennslukönnunum í hvert skipti og fer bara yfir það, ástæða til þess að gera eitthvað. Og síðan sest ég ásamt varadeildarforseta niður einu sinni ári með fulltrúum nemenda, við þau bara að skipa fulltrúa inn á þann fund, þannig að við sitjum þarna minnst 4 saman og förum bara yfir hvert einasta námskeið, erum bara með tölvur framan okkur og förum yfir hvert einasta námskeið og þá fá nemendur, þessi fulltrúarnemenda, tækifæri til að kommentra hvert einasta námskeið, sjá öll kommenti sem þau gefa og hafa þá tækifæri til þess að koma með athugasemdir. Og síðan náttúrulega eru kennslukannanir náttúrulega ræddar í starfsmannasamtölum, ég ræði þetta alltaf í starfsmannasamtölum við mitt fólk.
Ég held að ég geti sagt svona að yfirleitt kennslan í góðu horfi hjá okkur, en það poppa alltaf upp vandamál sem maður þarf að taka áreglulega. Og það sem kannski sérstaklega ánægilegt þegar við erum búin að keyra þetta kerfi nokkur ár að nemendur núna treysta því að við notum kannanirnar til að bregðast við ef það eru athugasemdir. Og þetta endurspeglast í þátttöku nema í kennslukönnunum. Þið kannski vitið ekki að það sem sagt meðan að kennslukannan í gangi að þá alltaf svona plott yfir þátttöku hverju deild fyrir sig. Og ég svo sem vissi ekki af þessu fyrir nefndur fór alltaf að benda mér það að okkar deild var alltaf efst og þau voru alveg rosalega ánægð með það. En ég ætla að fá að sýna ykkur það plottina fyrir haust 2013. Ég sýna ykkur þetta náttúrulega að því við erum efst þarna. En punkturinn ef að nefndur trúa því að við tökum markað, þá taka þau þátt. Og ég sé það líka að það kemur fullt af uppbyggilegum kommentum, einhverju sem þau vilja breyta og vilja hafa áhrif á. Þannig að þetta verður svona positive feedback, mjög gott positive feedback sem við fáum frá þeim. Þannig að þetta hefur verið mjög successful. Aðeins að kommentar á þetta og þetta náttúrulega kemur líka það að árangursrík stjórnun byggir náttúrulega á gögnum, byggir það að stjórnundur hafi aðgang á gögnum og hérna náttúrulega rosalega ríkt gagnasalt sem hættir að nota mjög vel. 2 komment sem ég ætla að fá að gera hérna fyrst að ég stendi hérna uppi, annars vegar með miðmiðseriskannuna sem í gangi núna sem að ég held að séu framfaraskref og hafa heppnast held ég nokkuð vel. En það kannski aðgangur deildarforsta að kommentum sem að mætti aðeins íhuga. Hitt sem ég aðeins fröstrar á, og búin að vera fröstrar á núna í 6 ár sem ég búin að vera deildarforsti, það að aðgangur deildarforseta að niðurstöðum kennslukannana í þjónustunámskeiðum, það að segja námskeiðum sem í öðrum deildum, að ég fæ engan aðgang að því. Það að segja deildarforseti, annarra deildar fær engan aðgang að því. Og ég búin að vera berjast fyrir svona lengi að fá þetta og reynda búin að gefast upp á því, en spurningin eigum við ekki að gera eitthvað í þessu? Og ég svona velti þessu upp inn á þessum vettvangi og kannski ítir það við einhverjum steinum, ég veit það ekki. Allavega, kennslukannanir mjög mikilvægar og það að nota þetta sem mjög effektív tæki. Og svo skulum við spyrja okkur, ok, við fórum í gegnum sjálfsmatið og hvað svo? Það sem að við gerðum í skýrslunni að við endum hvert kafla á skýrslunni á svona lista, svona tillögulista þá til deildarinnar, það sé bara númer tillögulista. Og sá tillögulisti núna þá orðin að svona úrbóta verkefnalista sem að við erum þá byrjuð að vinna í og svo sjáum við náttúrulega fyrir okkur að þessi listi eða niðurstöður úr þessari vinnu þá verður þá input þegar við fyrir næst í sjálfsmat þá eftir 5 ár sem er svona plani hjá ráðuneytinu. Það þá eitt sem kannski svolítið óljóst í þessu ferli hjá okkur, allan sem stendur, hver stuðningur við verkefni þar sem eitthvað kostar. Og þetta held ég eitthvað sem háskólinn þarf aðeins að velta fyrir sér. Við fáum fullt af verkefnum út úr þessum sjálfsmati, hver á að borga? Og þetta svona atriði sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og ef við kíkjum síðan aðeins á stóru myndina, bara gæðamat HÍ og bara gæðamat háskóla yfirleitt, við kannski þekki það, en það er 5 ára ferli núna í gangi og við erum í fyrstu lotur, ráðuneytið setti þetta upp svona og háskólarnir eiga að fara þá í 5 sinnum, á 5 ára fresti í gegnum þetta mat. Og þetta náttúrulega ekki annað heldur bara gæðarhringurinn. Það að segja, við erum núna stödd þarna í tékk. Það er sjálfsmatið. Síðan eigum við að fara í akt, það er að segja úrbóta vinnuna, og síðan eigum við að plana hvernig við gerum úrbóta vinnuna, síðan eigum við að gera hana og síðan eigum við að tekka aftur. Það er þetta eftir 5 ár, þegar við förum aftur í sjálfsmatið, þá kemur aftur tékk. Mér finnst aðeins vanta í þessari vinnu hérna að sjálfsmatið sé sett upp á þennan hátt. Þetta er svona svolítið átaksverkefni, þetta er svona eins og við Íslendingar gera hlutina alltaf. Hjólum í það, klára það og svo erum við done. En gæðamál náttúrulega ekki svoleiðis mál, gæðamál eiga alltaf verið í gangi. Þannig að ég svona hvet okkur aðeins til þess að hugsa það hvernig látum við þetta rúlla hérna stöðugt. Þetta er bara 5 ára ferli sem bara endurtekur sig. Þetta er ekkert flóknara en það. Og ekki kannski svona hendi þessu í fangi á deildarforsturum að segja þið reddu þessu og talið við okkur til 4 mánuðum þegar komum í skýrsluna. Það er svolítið erfitt. Og þetta er svolítið umfangsmikið. Þetta er ekki lín. Það sem í tísku núna í gæðamálunum er lín, það er að segja gera allt eins einfalt. Og KISS, ég veit ekki hvort þið þekkið hvað KISS en það er sem sagt keep it simple, stupid. Við erum ekki að því. Og mér fannst að vera svolítið á kostnað þess að virkja alla. Við þurfum að virkja, ef að gæðamálið er að takast, þá þurfum að virkja alla. Ég reyndi að gera þetta eins og ég mögulega gat inn í mínu deild að fá alla að borðinu, alla á, ég segi kannski ekki eins marga fundu ég gat, en allir eiga eignarhald í skýrslunni. Það er rosalega mikilvægt. Og stuðningurinn síðan við sjálfsmati, það er allir að vilja gera til þess að aðstofa mann, hvort sem þeir eru í háskólanum, en hann er samt lítill og brotakendur.
og það er erfitt að keyra svona óbúrslega þungt ferli í gang og halda því lifandi og ljúka því á réttum tíma ef maður fær ekki stuðning. Þannig að þetta er líka eitthvað sem við þurfum aðeins að íhuga. Og svo sakna ég aðeins tengingu við svona bara staðlaða gæðamats aðferðafræði. Ég meina, gæðamat við erum ekkert að finna þetta upp í Háskóla Íslands, þetta er bara staðluð aðferðafræði og ISO 9000 til dæmis staðallinn sem ég vissum að þið hefur öll lesið. Hann tekur á þessu og þar bara í grein 1.1 í honum segir stuðningur stjórnenda. Stjórnendur sem eru að keyra gæðakerfi, keyra gæðamat og allt þetta í sínum einingum, þeir verða að vera all-in, annars getum við bara sleppt þessu. Og við slum aðeins velta okkur fyrir okkur hvort að það sé staðan í Háskóla Íslands, eða hvort að við komumst þangað. All-in þýðir, þú þarft að styðja þetta fullum krafti og það þarf að setja resource á bakvið og það vantar svolítið. Þannig að svona lokapunkturinn minn, gæðastjórnun er stjórnun, ef við komum inn í fyrirtæki þar sem að gæðastjórnun er mjög fullþroskuð og er hluti bara af rekstri fyrirtækina, þá talar enginn gæðastjórnun, við talar bara stjórnkerfi. Gæðastjórnun er bara stjórnun. Og okkar verkefni núna er búin að vera í mörg ár og það gengið, við erum að taka rétt skref, við erum á réttri braut, en við þurfum að efla þennan gæðakultúr, við þurfum að komast upp á þetta stiga að þetta sé bara eðlilegu þáttur í því að reka háskólann. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Sigurður. Bæði mjög fróðlegt að sjá hvernig þið vinni kerfisbundið með þetta og þörf held ég mjög þarft að setja verkefnin okkar inn í svolítið starra heildarsamhengi og benda á mikilvægi þessa að gera þetta allt almennlega. Höfum við tíma fyrir fyrirspurnir? Já. Einhverja fyrirspurnir til Sigurðar bara núna? Það væri kannski að fá fleiri einstaklingar hvernig þið náðu þessari fínu þáttum í kennslukönnunum þá fyrir á. Gott í. Spurt er hvernig náum þessari fínu þáttöku í kennslukönnunum og ég svo sem vissi ekki af þessu, þetta kom mér líka smá svo óvart sko, en ég held að sé bara því að nú trúa nemendur því að við tökum á þessu, við fáum þau inn í ferlið, við opnum bara allt, við segjum bara þið megi bara fulltrúin nemenda, við bjóðum ekki öllum nemendum, fulltrúin nemenda, við segjum bara þið megi skoða allt, kommentrið allt, við treystum ykkur og gefum okkur feedback. Og ég held að það sé lykillinn, þau upplifa það við notum þetta. Hvaða nemendur eru það sem koma þessu? Þá fæ ég sem sagt, það sem nemendafélagi í gangi í deildinni og þar fæ ég alltaf formann nemendafélagsins og síðan kennslumálafulltrúa. Þau eru með ákveðin kennslumálafulltrúa og þau tvö sitja hjá okkur og fara yfir þetta. Og ég hef bara sagt að ég ger þetta hver einasta ári og þau vita það og þau bara býða það ég hef hann alltaf í janúar og þau bara býða eftir þessu fundi, minna máan og svo bara höfa. Þannig að þau vita það að þetta kemur upp á borðið. Og já. Já, nákvæmlega. Þetta kom líka mjög ánægjulega á, sko. Það var allt í einu bara orðin svona metnaður að allir tæki þátt og það var mjög eiginlega ánægjulegt að upplifa það. Má kannski bæta því við að stjórnmálafræðideildin var að kynna verkefni sem þau voru hafa verið að vinna núna í 2-3 ár þar sem þau eru að leggja sér sérstaklega fram með mentorakerfi að halda utan fyrstaársnema og það breyttur reynda mörg öðru í leiðinni en hver kennari er með 8-10 manna hóp sem hann hittir 3 sinnum og það brugðist við öllum ábendingu nemenda strax. Það manneski bara í því að segja þetta kom fram í þessum umræðum, þetta hér og svo brugðist við því eftir því sem hægt er og þáttaka kennslu stjórnmálafræði nema í kennslukönnun hefur rokið upp. Ég veit ekki hvort það er orsakasamhengi þar en það er svona dálítið merkileg þá tilviljun ef að það er. Þannig að það er þetta samtal og traust og trúnaðar á milli nemenda og kennara og stjórnanda sem virðist skipta talsverðum miklu máli. Er það komið? Fleiri spurningar til Sigurðar? Fyrirgefðu, já, gjörðu svo vel.
þessi þátttaka nemenda í þekkingarsköpun. Og það sem ég finnst komast aldrei fram í viðtölum við nemendur og svona að þeir líta miklu frekar á sig sem svona þiggjendur þjónustu heldur en í rauninni að þau séu að taka þátt í þessu. Hafið skoðuð það til dæmis eitthvað og hvernig? Þegar þú segir taka þátt, þá ertu að meina taka þátt í kennslinni, taka þátt í þessu ferli þekkingar, skapa þekkinguna. Ég get ekki sagt að við höfum skoðað það kannski beint í þessu og þetta er líka svolítið mikil munur sko að milli BS-nemenda og meistaranemenda sko, þessi hugsun. Nei, við skoðum það kannski ekki beint, en ég kannski hef eins og skoðunur á því, en kannski sem kannski ekki við hæfa akkurat núna, en auðvitað er þetta mikilvægt, ekki spurningu. Gjörðu svo vel. Þetta er mjög góð punktur og þetta er vand með farið að því að sko við þar sé Háskóli Íslands, við lítum að þetta svolítið sem trúnaðargögn og þau koma svolítið til okkar þar sé stjórnandana á þann hátt. Áður en ég gerði þetta sko þá bara töluðum við þetta í deildinu og ég spurði bara kennarana, er þetta í lagi að ég gera þetta svona, ég opna þetta fyrir þá fulltrúanemenda og þá engin sérstaklega athugasemd í það. Við vitum það að það er slatti inn í þessum kennslukönnum, sérstaklega í kommentum sem er bara, það er ekkert gaman að lesa það, sumt er bara mjög rætið og ég veit ekki, ógeðslegt eða hvað við höfum að segja sko. En maður verður að geta sortera það í burtu sko og hort á hitt. Og ég hef alltaf verið þeirri skoðunar að við höfum að gera þetta opinbert. Ekki endilega kommentin, heldur engunina fyrir hvern einasta námskeið. Þess að ég var í námi í Bandaríkjunum, þar er þetta bara hluti af CV-inu. Það kemur bara hvað fyrst í síðasta námskeið. Þannig að ég hef alltaf verið þeirri skoðun, en kannski ekki endilega nákvæmlega eins og það er núna, en mér finnst það ofta þetta meira. Við erum of leyndardómsfull í Háskóla Íslands með svona hluti. Áður en umræðan fyrir að vera lengra ætla bara minningur á það að þegar við erum búin að sjá hérna myndaeinsla og fá léttan hádegisverð, þá komum við aftur hér inn til umræðu. Já, og nemenda innleikin. Sleppum þessu nemendum, já. Nei, en þá munum við sko fá tækifæri til að ræða þessi mál svolítið almenna. Það var nú bara það sem ég ætlaði að segja, ég ætla ekki að sleppa nemendum. Þannig að þakka ég kærlega fyrir. Þá eru það nemendurnir og við erum búin að fá hérna 2 fulltrúa og viljið þið koma upp bæði eða annað í einu? Annað í einu. Það er Stefán Þór Helgason sem er fulltrúi nemenda í sjálfsmatshópi viðskiptafræðideildar. Þetta eru nemendur sem tóku þátt í sjálfsmatinu og okkur þótti fjarska fróðlegt að fá að heyra af þeirra reynslu, hvort að þeirra rödd fékk að heyrast og hvernig þeirra aðkoma var að þessu sjálfsmati. Gjörðu svo vel, Stefán. Byrja að fá sér vatnssopa. Já, höfum þetta bara, það er alltaf góð. Já, akkurat. Aðstoðarrektor, forseta fræðasviða, deildarforsetar og aðrir góði gestir. Eitt af mínum helstu baráttumálum í stúdentaráði þegar ég satt þar árin 2010 til 12 voru aukin gæði náms og kennslu. Afrakstur þess var meðal annars ef ákvaðum efna til samstarfs við kennslumálanefnd, gæðastjóra, kennslumiðstöð og fleiri að efna til kennslumálþings. Ég vil því nota tækifærið og lýsa ánægju minni með það að tekist hefur að gera málþingina árlegum viðburði því það er mikilvægt fyrir samfélagið okkar að koma reglulega saman til skrafs og ráðagerða. Yfirskriftin hefur í öll skiptin verið hvernig eflum við saman, með áherslu á saman, gæði náms og kennslu, en það eru nám og kennsla auðvitað samstarfsverkefni nemenda og kennara. Þótt margt sé vel gert í kennslumálum háskólans, þá fannst mér víða pottur brotinn. Ég var þess vegna mjög ánægður þegar ég frétti að til stæði að fara út í
sérstaka gæðaúttekt á háskólanámi hér á landi. Gæðaráðið var vel skipað og formaðurinn Norman Sharp virtist vera maður sem gengi hreint til verks, svona no-nonsense náungi. Mér var þess vegna bæði ljúft og skylt að taka sæti í sjálfsmatsnefnd viðskiptafræði deildar þegar við bauðst það á sínum tíma. Nefndin var skipuð lykil starfsfólki deildarinnar, auk fulltrúa grunn- og meistaranema, fulltrúa atvinnulífsins ásamt erlendum fulltrúa. Þetta var þéttur og góður hópur, hóhugasamur og vinnufús. Ritun skýrslunnar var fyrst og fremst í höndum starfsmannadeildarinnar en við hinn lögðum til efni í púkið og nefndin fundaði reglulega þar sem að framvinda var kynnt og við svona gátum komið með athugasemdir og viðbætur eftir því sem að við vildum. Og viðskiptafræði deildin býr svolítið vel að því að eiga nokkuð góða gagnabanka. Mörg ár aftur í tíman með könnunum á viðhorfum nemenda til námsins, kennslunar og aðstæðna og svo framvegis. Meðal annars hafði kennslumiðstöð nýlega tekið nemendur í sérstaklega rýnuhópa og skrifa skýrslu þar sem hún lagði fram hver viðhorf nemendana voru og það var mjög gagnlegt að hafa hana í þessu ferli. Og svo það sem var til sérstakrar eftirbreytni var að kennslumiðstöð tók viðtal við deildarforsetann. Spurði hann svona hvað væri helst á döfinni í kennslumálum, hvað framundan, hvað á að gera. Og fyrir okkur nemendur það var það mjög gagnlegt að fá þetta svona millilega laust. Heyra deildarforsetann segja við vitum að þessu, við erum að hlusta á ykkur og þetta er það sem við ætlum að gera til þess að laga það. Og þetta var mjög gagnlegt að mega fleiri taka sér þetta til fyrirmyndar. Bara svona taka þessi helstu atriði. Það var mjög gagnlegt. Ég ásamt fleiri fulltrúum nemenda, við áttum fund síðastliðið vor með erlenda fulltrúunum í nefndinni og erlendi fulltrúin Anders Söderholm myndi svolítið á rannsóknarlögreglumann. Það sem hann satt og hripaði niður athugasemdir okkar nemendana. Hann spurði beint og ákveðið og við fundum strax að þarna var fagmaður á ferð. Og hann skilaði kjölfari skýrslu til nefndarinnar sem var ákaflega gagnlegt að fá og gaf mann að sjá þetta orðtak glöggt er gests augað, rætast enn á ný. Og markmið með vinnu nefndarinnar var að vera eins sjálfsgagnrýnin eða self-reflective og mögulegt var ganga óhikað til verks og meta starf deildarinnar líkt og aðkomu fólk var að ræða með innsýn innanbúðar fólks og það fannst mér bara að takast nokkuð vel. Efni skýrslunar sýnir heiðarlega og opinskáa umfjöllun núverandi stöðu og framtíðar horfur deildarinnar sem vonandi nýtist sem grundvöllur framþróunar og umbóta. Það er öllum hollt að horfa inn á við stöku sinnum og endurmeta stöðuna. Manneskjur, deildir, skólar og samfélag verða að gera það með reglubundum hætti og það er eiginlega bara tvennt sem getur gerst. Annarkvort kemst maður þeirri niðurstöðu að maður er fullkominn eða þá maður finnur að það er efni til þess að og maður finnur tækifæri og atriði sem hægt er að bæta. Og ef einhver kemst að þeirri niðurstöðu að hann er fullkominn, þá er hann alltaf búin að finna eitt atriði sem hægt er að bæta. En annars vil ég bara nota tækifærið og þakka fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu lærdómsríka ferli og vona mitt litla lóð á þessa vogarskálar verði til einhvers gagns. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Stefán. Það má kannski bæta við að viðtalið sem var tekið við deildarforsetann, hann sendi það í tölvupósti það ekki á alla nemendur deildarinnar. Það var ekki neinum greiður gefinn þar. Við erum með annan nemendafulltrúa. Það er Jónína Sæunn, hversdóttir ertu Guðmundsdóttir, sem er fulltrúi nemenda í sjálfsmatshópi í raunvísindadeild. Gjörðu svo vel, Jónína. Svolítið þurrt lofti í henni. Takk fyrir. Ok, aðeins þurrt lofti í henni. Já, sem sagt, ég heiti Jónína og er fulltrúi grunnnemenda í sjálfsmatnefnd raunvísindadeildar og ég segi en ekki var vegna þess að nefndin í minni deild hefur enn ekki lokið störfum. Við erum á lokasprettinum að skrifa sér sjálfsmatskýrslu fyrir okkar deild núna. Og nú veit ég eftir að hafa rætt við nemendafulltrúa í öðrum deildum að upplifun okkar á því að taka þátt í þessu hefur verið mjög ólík.
En ég ætla bara að tala aðeins hver mín reynsla af þessi ferli búin að vera síðasta hálfa árið. Og þegar ég tók að mér fyrir hönd grunnum í efna- og lífefnafræði að sitja í þessari sjálfsmyndsnefnd, þá verð ég að viðurkenna að ég hafði bara ekki hugmynd hvað ég var búin að koma mér út í. Þú veist, eða til hvers væri ætlast til að mér. Þú veist, þannig að þegar ég mætti á fyrsta fundin þá var ég ekkert viss hvort ég myndi bara sitja út í horni og fá lítið sem ekkert að segja og vera bara svona, passaðu þið ekki að tala illa nemendur. Eða, þú veist, hvort orðin myndi fá að heyrast á þessum fundum. Þannig að það kom mér mjög skemmtilega óvart að á þessum fundum þá sit ég bara sem jafningi aðra nefndarmeðlima og við bara ræðum þessi mál sem koma upp algjörlega á jafnréttis grundvelli. Og ég fæ bara að segja mína skoðun til jams og bara allir taka upp pennan og skrifa hvað nemendafulltrúin að segja. Og ég meina við erum ekki alltaf sammála, en það bara öll þau mál sem að hafa legið á mér og öðrum nemendafulltrúum að hafa verið tekin fyrir og rætt bara til þaular og flest þeirra, ef ekki öll, hafa á einn eða annan hátt ratað í skýrslunni. Sem ég var að viðurkenna bara eitthvað sem ég átti alls ekkert von á þegar ég tók þetta að mér í sumar og hefur bara komið mér mjög skemmtilega á óvart. Og ég segi ekki það ekkert langi kaflar, en ég meina þú veist það eru kaflar í þessari skýrslu sem ég sá að skrifa og það þú veist vel annað sem kom mér á skemmtilega á óvart hvað rosalega mikið tekið mark á því sem við höfum að segja. Af því að augljóslega til dæmis að vinnuaðstaða nemenda, þú veist það þekkir það enginn betur heldur en nemendur, þannig að svona eftir á að hyggja þá meikar auðvitað sens að láta okkur sjá skrifa þá kafla. Og ég hef svolítið síðustu daga velt spurningunni sem ég fékk, hvaða lærdóma telur þú að megi draga af gæðamati háskóla mikið fyrir mér og á kannski erfitt með að átta mig á svarinu af því eins og ég segi skýrslan ekki tilbúin, þannig að það rosalega erfitt fyrir mig að segja hvað við lærðum af þessari skýrslu þegar við erum ekki ennþá búin að koma henni frá okkur. En ég tel mikilvægasta lærdóminn sem við getum dregið af þessu, allavega á þessum tímapunkti, vera við þurfum að hlusta á hvort annað. Og ég bara komist að því á þessum fundum að ég sem nemandi að upplifa hlutina allt öðruvísi heldur en kennarar og stjórnendur í skólan. Og að kannski hlutir sem að skipta mig öllu mál í heiminum og kannski, þú veist, alveg bara hita mál fyrir mig sem stúdenta, eins og kannski, þú veist, geta sest niður að fengja mér að borða þegar ég búin að vera í 7 klukkutíma í verklegu. Þú veist, þetta kannski bara hluti sem að kennararnir mínir og stjórnendur áttu þess ekki einu svona á því að væri eitthvað mál. Og þú veist, þetta kannski, þetta náttúrulega bara eitt dæmi, en þú veist, að við séum með vettvang þar sem að setjast niður saman og ræða þú veist, hvað gott og hvað þarf að breyta. Það bara frábært og hlutinni breytast ekki á meðan við ræðum það, ok? Og það augljóst að víða pottur brotinn og það margt sem að betur má fara og það erum við öll sammála og ég held að þetta gæðamat sé mjög sterkt vopn í því að nú erum við bara með svart á hvítu í öllum þessum skýrslum. Hvað gott, hvað frábært og hvað það sem við getum lagað. Og þú veist, þetta náttúrulega eins og við vitum öll, þú veist, að það þú veist, svakalega niðurskurður í háskólanum. Það allstað verið að þrengja að öllum og ég held að þetta sé rosalega gott verkfæri til þess að fylgjast með því á næstu árum. Þú veist, erum við að standa okkur í að halda gæðunum á réttum stað. Af því ég veit allavega, þú veist, í minni deild að þá upplifun hins almenna nemenda, þú veist, að maður pínu skeptískur. Af því ég meina við erum strax farin að finna fyrir því að það verið að fækka æfingum hjá okkur í verklegu og það verið að breyta þeim að það ekki til peningur til þess að nota sömu æfingar og hafa verið. Þannig að þetta en maður hefur alveg von, þú veist, að nú komir skýrsla og skólinn með þetta viðhald, þannig að þetta sé alveg von hins almenna nemenda að það sé verið að halda og þetta muni verða til þess að gæði muni ekki fara dvínandi. Og við erum öll með sama markmið sem að bæta gæði náms og kennslu og ég bara mjög bjartsýn, sérstaklega eftir þess að vinnu í sjálfsmatinu, að þetta sé eitthvað sem að sé á réttri átt og muni bara verða betra hér eftir. En ég held að ekki að hafa þetta lengra, held að séu allir honir svangir og bara að bíða eftir að geta staðið upp. Þannig að bara takk fyrir mig og takk fyrir að leyfa mér að taka þátt í þessu. Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt.
mjög jákvætt að fá svona jákvætt innlegg og margt og það er mjög sérstaklega áhugavert þetta sem þú bendir á. Það er þessi hluti sem að kannski varða nemendur afskaplega miklu og geta skipt sköpum og Norman sjálf komið með það eins og aðstæða sem að kennarar sem sitja á sínu skrifstofum og stjórnendur hafa kannski ekki alveg forsendur til að skilja. En áður fyrir múl gæðamati í venjulega mat þá ætlum við samt að sjá seinni hluta viðtalana við nemendur. Mín reynsla svo að kennarar taki oftast mjög vel í ábendingar sem koma frá nemendum og það bara mjög jákvætt og fagna því. En það kemur þó fyrir að það virðist einhvern veginn vera að kennarar hafi gleymt í að þetta sé að Háskóli Íslands þjónustustofnun og það má aldrei gleymast að kennarar eru hér til þess að gera sitt besta og þannig að nemendur komi út úr skólanum með sem best ná. Ég sannfærður að gæðaúttektir í háskólastarfi skipti miklu máli. Það er mikilvægt að hafa í huga að gæðaúttektir ekki markmið í sjálfu sér, heldur eru þær tæki til þess að bæta námið, bæta gæði náms og kennslu. Þannig að gæðaúttektir ekki til þess gerðar að fullnægja sjálfum sér. Gæðaúttektir eru í senn stöðu, mat, úttekt á því sem en leið eru þær mjög gagnlegt tæki til þess að stuðla að framförum, stuðla að umbótum og það eiginlega æðsti tilgangur gæða mats og gæða úttekta. Þannig að markmiðið ekki að þetta sé einstakt fyrirbæri sem að þarf að koma frá eitthvað verkefni, eitthvað átaksverkefni, heldur eru gæða úttektir og sífellt mat á gæðum háskólastarfs órjúfanlegur þáttur í starfseminni sjálfri. Órjúfanleg viðleitni skóla til þess að læra, þannig að gæða úttektir þegar best lætur, það eiga að vera svona þáttur í starfseminni sem að þegar uppi staðið eykur það sem kallað er gæða menning skólans, til þess að skólinn geti þjóna sem best í hlutverki sínu að bjóða gott nám og góða kennslu fyrir nemendur. Fyrir mér góður háskóli þar sem að ríkir jafnræði milli kennara og nemenda. Það búri virðing á báðu vegu og þar sem góð fjölskyldustefna og nemendur fái sveigjanleika þegar eitthvað kemur upp á hjá fjölskyldunum. Fyrir utan þetta praktiska eins og bílastæði, kostnað og allt slíkt. Já, ég þeirra skoðunar að það sé virkilega hlustað á raddir nemenda og það sé tekið mark á því sem að þeir segja. Viðskiptafræðideildin hefur gengið í gegnum sjálfsmat eins og margar aðrar deildir í skólanum og eitt af því sem við gerðum var að biðja kennslumiðstöð Háskóla Íslands að skipuleggja rýnifundi með fulltrúum nemenda á eiginlega öllum þeim sviðum sem við bjóðum upp á og þetta voru samtals 12 fundir. Kennslumiðstöðin dróð þetta síðan saman í skýrslu og við gátum strax brugðist við ýmsum ábendingum og höfum nú þegar gert breytingar á skipulagi náms á fyrsta ári í takt við þær óskir sem komu fram hjá nemendunum. En sem sagt já, það er mikilvægt að hlusta á nemendur og ég tel að það sé tekið mark á því sem þeir segja. Það sem ég tel einkenna góðan háskóla eru góðir kennarar og aðstaða meðal annars. Þá finnst mér mikilvægt að samband kennara og nemenda sé gott. Ég hef núna kynnst 2 deildum í háskólanum og komið mikið óvart hvað önnur deildin stóð miklu framar í þeim efnum og hversu mun betur mér gekk að haga lærdómnum í þeirri deild þar sem kennarar voru duglegir við að hafa samband við nemendur og hjálpa þeim í lærdómnum. Ég held að það liggi mjög spennandi tækifæri í vendikennslu og þetta hefur reynst mér mjög vel allavega og ég held að samnemendur mínir tæki undir í þeim og það einhvern veginn bara hentar fólki sem er kannski að stúsast í mörgu utan skóla líka til dæmis, það hentar því mjög vel að geta ráðið í hvenær þeir sækja fyrirlestrana eða svoleiðis sko, þannig að
mér líkar þetta vel. Jarðvísindadeild fór í sjálfsmat og kláraði það fyrir rúmi ári síðan og þetta var nú mjög lærdómsríkt ferli fyrir okkur og okkur alls sem tókum þátt í og held ég fyrir deildina alla. Við áttum, það var ekki bara sjálfsmatshópur, heldur voru allmargir deildarfundir og fundir með nemendum og það græddu held ég allir á því. Nú niðurstöðunar, þær enduð í hluti sem að þyrst að gera, það er nú svona í einni bendu kannski aðgerðir og ábendingar og fleira. Þetta eru 41 atriði sem við listuðum þetta niður í og það er alveg ljóst að þetta mun hafa heilmikil áhrif á deildina að ég held mjög til góðs að fylgja eftir þessum ábendingum sem við bjuggum til sjálf. Þá eiga að bíða eftir okkur frammi samlokur og vatn held ég og við mætum aftur hérna inn í umræður 20 mínútur yfir 12 stundvíslega og það má ekki koma inn með vatn eða brauð þannig að þið hérna verða að gera því skil hérna fyrir utan.